Herri, jæja, nú erum við búin að heilda nokkuð, en það sem við erum búin að heilda er svona aðeinslega bara tiltölulega einföld heildi og núna framvegis í þessum hluta H að þá erum við að vinna með svolítið flóknari heildi og þá þurfum við að fara að grípa til svona ákveðnar aðferðir til þess að geta heildað flókin heildi. Fyrst sem við skoðum með kallast hlutheildun og hlutheildun byggir á því að við erum með eitthvað heildi og það er hægt að skrifa þetta heildi sem margfeldi tveggja falla, eitthvað f og eitthvað g af x. Dæmi um þetta væri til dæmis fallið x sinnum ex dx. Þetta hérna x væri þá eitt fallið og ex væri eitt fallið. Útkoman af þessu, já ég er með hann hérna uppi, og það er öll þessi hérna romsa hér og það sem gerist í þessu þegar maður reiknar út þetta heildi er að fyrst kemur sagt bara eitthvað f sinnum stóra g af x, það sem þetta hérna stóra g af x, það er stoppfalli fyrir g af x. Ok, en síðan það sem gerist er að það kemur nýtt heildi. Þannig að lausnin á þessu heildi sem maður upphaflega að glíma við, það er að hluta til annað heildi sem maður fær. Og maður svo spyr sig af hverju er að fá nýtt heildi ef ég er að reyna að heilda eitthvað, af hverju fæ ég nýtt heildi? Svarið það er að þetta hérna heildi, það er ekki hægt að leysa. Þannig með þessi aðferð að það fáum við nýtt heildi sem lítur svona út og þetta nýja heildi, það er eitthvað sem við getum leyst og erum vön að leysa. Við fáum einfaldari útgáfu af þessu heildi. Og það byggist alltaf því að velja þetta f og þetta g á rétta máta. En sjáu hérna erum við með eitthvað tvennt, x og ex, og við þurfum að velja hvort á að vera f af x og hvort á að vera g af x. Og reglan er þessi, g af x þannig að g af x á að vera auðvelt að heilda. Af hverju? Af því að hérna erum við með stóra g af x og hérna erum við með stóra g af x. Þannig að g af x verður að vera auðvelt að heilda. F af x, það verður að vera auðvelt að diffra. Af því að hérna fáum við f diffra af x. Ok, nú stundum er auðvelt að heilda og auðvelt að diffra bæði föllin. Þá er ekki alveg augljós hvort maður að velja. Og þá stundum þarf maður bara að giska. Og ef maður giskar rangt, þá ætti maður að enda hérna með eitthvað heildi sem bara er ekki hægt að heilda. Þá veit maður að maður valdi vitlaust f og g. En ég ætla að skoða þetta hérna tvennt og afsakið. Herjá, hvar var ég? Þannig já, skoðum þetta hérna dæmi, x sinnum ex. Ég ætla að velja þetta þannig, ég ætla að segja að f af x verður það sama sem x, af því að þegar ég diffra það, þá fæ ég bara 1, sem verður mjög þægilegt að setja inn í þetta nýja heildi sem ég fæ hérna út. Ég ætla að segja að g af x, ég ætla að hafa það ex, og stóra g af x verður líka ex. Þannig að þá er ég komið með þetta fernt, get þá fyrir að setja það inn í þessa hérna jöfnu. Þannig ég ætla bara að gera það núna. Ég ætla að halda áfram þetta. F af x er x, stóra g af x er ex. Sér kemur hérna mínus, ekki verið heitið. F diffra af x er 1, stóra g af x er ex. Ok, og þetta verður áfram
x í sinnum ex mínus síðan heildið af ex. Það verður bara ex og þá er það svar bara komið. Þetta ég sé nú ekki að... Nei, ég er náttúrulega að gleyma einu, jú. Hérna kemur náttúrulega pluss k-ið. Og sjá þessi mínus fyrir framan heildið, hann heldur sér hérna. Þetta hérna, þetta er þá svarið úr heildinu. Þannig að þegar ég eyði þessum sviga, þá breytist þessi pluss í mínus. Hérna er svarið í þessu heildi. Því sem farið og gerir þetta dæmi hérna H1, þá er þeim þetta beitisreglu og því þurfa alltaf að spá í því hvað er f og hvað er g. Og fyrsta dæmi er mjög svipað og við vorum að gera. Þá er mjög þægilegt að þetta x sé f af x. En síðan komið þið hérna þar sem við erum að vinna með ellin af x. Og við getum ekki heildað ellin af x á auðveldan hátt. Þannig að þá skulum við hafa það sem f af x. Hafi hérna það sem f af x. En síðan kemur hann í f-lið, þá kemur svolítið sérstakt. Það er bara spurt heildið af ellin af x. Það er ekki tvennt hérna. Þannig að sem við ætlum að gera hérna, við ætlum að einfaldlega að sleppa þessu dæmi og þá þarf ekkert að spá þessu. Þetta er svona tryggdæmi, leiðilegt dæmi, þannig að ég ætla ekkert að láta ykkur gera það. Þannig ég sleppi þetta bara dæmi f. Ef þið klárið þetta inn í tímanum, H1, þá farið þið bara og vinnið í skiljaverkefni og klárið það.